Jæja, Gunnleifur, 3-0. Úrslitin kannski ekki mjög jákvæð en margt annað sem við getum tekið frá leiknum, er það ekki? Jú, svo sannarlega. Mér finnst liðið vera að leggja sig fram allan tíman. Það staðreynd að við vorum í erfiðri æfingarferð og fengum einn dag í hvíld eftir ferðalagið og það hefur klárlega áhrif. Þannig að þetta var bilið á milli liðanna í dag, náttúrulega með mjög gott lið, en við gerðum eins og við gátum í þessum leik og sjáum til hvort við getum gert betur næsta móti þeim. Þú minnist á æfingarferðina, nú eru þið nýkomnir. Hvernig metur þessa ferð svona miðað við þær sem þið hafið farið undanfarin ár? Alveg upp með þeim í hæsta gæðaflokki, virkilega vel heppnuð ferð bæði utan vallar sem innan. Æfingarnar sjálfar á grasinu voru fyrsta flokks og virkilega mikil gæði bara hjá strákunum sem lögðu mikið á sig í ferðinni og drengirnir til fyrirmyndar utan vallar líka. Núna er svona tæpur mánuður í mót. Hvernig er svona staðan á liðinu? Það er eðlilegt að eftir svona mikið álag eins og þessi æfingarferð sem var eftir á bilinu 10 til 14 sinnum yfir vikuna, þá er eitthvað svona hnjask hingað og þangað. Það er svo sem ekkert alvarlegt. Menn eru að koma tilbaka og menn eru að detta aðeins út með eitthvað smávægilegt en heilt yfir held ég að sé bara nokkuð gott ástand á liðinu. Svona staðan á okkur, svona samanborið þú talar um FH-liðið, en hvar myndirðu svona rankera okkur núna miðað við önnur lið? Á þessu tímapunkti, akkurat þessa stundina, er klárt að við stöndum FH að baki með þessi úrslitin ljúga ekkert. En ég vil meina það þegar verður flautað til leiks í Pepsi-deildinni í byrjun maí, að loka apríl, þá verðum við komnir í okkar allra besta form og við ætlum okkur stóra hluti, við Blikar. Stóra hluti, topp á réttum tíma. Ekki spurning. Takk fyrir.